Komiði sæl og velkomin í Landsbyggðir. Landsvirkjun hlaut nú í haust alþjóðleg verðlaun fyrir uppbyggingu á Þeistareykjavirkjun, gufuaflsvirkjuninni þar. Valur Knútsson, þú stýrðir þessu verkefni. Þessi verðlaun, eru þið heimsmeistarar? Já, við erum það sjálfsagt, ef maður horfir til þessa. Þetta voru verðlaun fyrir verkefnisstjórnun. Og að fá svona viðurkenningu, það er svona góð endurgjöf á það sem við höfum verið að gera. Þetta sem sagt því að Þeistareykjavirkjun, hún sjálfsagt telst vera stór virkjun, þannig að þetta er svona í flokki stórvirkjana eða hvað? Þetta er í flokki stórra verkefna, þó ekki þeirra allra stærstu. En já, Þeistareykjavirkjun og bygging hennar er risastórt verkefni. Og þetta er fyrsta gufuaflsvirkjunin sem að Landsvirkjun byggir frá grunni. Við höfum verið að reka Kröfluvirkjun í mörg ár og litlu gufustöðin í Bjarnarflagi þar á undan. En þetta er í fyrsta skipti sem við tókumst á hendur þetta verkefni að byggja svona jarðvarmavirkjun, gufuaflsvirkjun frá grunni. En þessi verðlaun sem að þið hljótið þarna, til hvaða þátta þá er einna helst litið þegar dómnefndin er að fara yfir þetta allt saman? Þarna er verið að horfa eins og verðlaunin, nafnið á verðlaununum segir, til verkefni stjórnunarinnar. Og það er verið að horfa til þess í raun og veru hvernig við erum að nálgast verkefnið. Það sem var okkar lán í þessu verkefni og ástæðan fyrir því í raun og veru að við ákveðum að sækjum þessi verðlaun er að það voru 2 ungar konur, mastersnemar í verkefnisstjórnun við Háskólann í Reykjavík sem gerðu lokaverkefni sem hafði Þeistareykjavirkjunar verkefnið, framkvæmdina, sem viðfang. Og þær mátu í raun og veru og voru að skoða hvort hægt væri að nota svona módel eða líkan sem nýtt er við að meta verkefni til verðlauna til þess að meta gæði verkefnastjórnunar. Okkur fannst þetta alveg brilljant hugmynd og þegar við sáum afraksturinn af verkefninu þeirra sem var nú bara þokkalega góður, þar sé að þær gátu bent á það að við hefðum trúlega staðið okkur ágætlega. Þá fannst okkur alveg kjörið að sækjum þessi verðlaun og fá rýni færustu sérfræðinga sem kom að við að meta svona verkefni til verðlauna á það hvað við vorum að gera og hvernig við gerum þetta. En þarna er sem sagt meginstefið, það er sjálfbærni. Meginstefið við þessi verðlaun voru sjálfbærni og innleiðing á sjálfbærni í verkefnastjórnun. Og þegar við fórum að horfa á okkar verkefni og hvernig var að því staðið alveg frá undirbúningnum, þá hefur það einkennst af virku og miklu samráði og samvinnu við svokallaða hagaðila sem er fólkið sem að verkefnið og framkvæmdin snertir mest. Þar erum við að tala um landeigendurna, fólkið í sveitafélögunum, þarna í nágrenninu og svo þá sem að beint kannski koma að framkvæmdinni. Þegar við fórum að rýna þetta og skoða hvernig við hefðum nú undirbúið okkur og hagað okkur við þetta, þá hefur verkefnið einkennst af miklum og góðum samskiptum og samvinnu við alla þessa aðila. Og eftir því var tekið. Líka þegar við förum að horfa á umhverfismálin og áherslurnar sem við lögðum á öryggismálin, allt þetta eru svona samfélagsmál sem að snerta þá sem taka beint þátt í verkinu og eru þannig rauði þráðurinn hjá okkur í gegnum þetta til þess að geta sagst vera að gera eitthvað á sjálfbæran hátt. Þá þarf maður að hugsa til áhrifana sem verkefni og svona framkvæmdir hafa á samfélagið, hverslags efnahagsleg áhrif þau hafa í för með sér og svo ekki síst umhverfismálin og áhrif á umhverfið. En áður við höldum lengra þá skulum við sjá íslenska útgáfu af myndbandi sem að Landsvirkjun sendi inn í þessa keppni. Þeistareykjastöð er 90 megavatta jarðvarmastöð á hálendinu milli Húsavíkur og Mývatnssveitar sem nýtir jarðvarma til raforkuvinnslu með sjálfbærum hætti. Meginmarkmiðið var að reisa hagkvæma og áreiðanlega aflstöð. Mikil áhersla var lögð á öryggi starfsfólks, samvinnu við hagaðila og að umhverfisrask yrði sem minnst. Þá þurfti að klára verkið á réttum tíma og innan kostnaðaráætlunar. Verkefnið var krefjandi og þurfti að taka tillit til fjölmargra þátta.
Veðurfar á svæðinu sem og hætturnar sem ávallt fylgja jarðvarmavinnslu gerðu öryggismál flóknari en ella. Lífríkið í kringum Þeistareiki bæði viðkvæmt og fallegt. Stöðin þurfti að geta stutt við tíðnistjórnun á raforkudreifikerfi svæðisins. Þessum áskorunum var mætt með vandvirkni í undirbúningi og nánum samskiptum við hagaðila á öllum stigum verksins. Með aðstoð helstu sérfræðinga var þróuð ný aðferð við borun á yfirþrýstum vinnsluholum þannig að öryggi starfsfólks var betur tryggt. Gróðurþekja sem var fjarlægð af framkvæmdasvæðinu var varðveitt og endurnýtt til uppgræðslu. Með þessu móti settum við ný viðmið. Ástand dreifikerfis raforku á Norðausturlandi kallaði á nýja nálgun í stjórnun á tíðni og spennu raforkuvinnslu í jarðvarmastöð. Á nær öllum þessum sviðum var árangurinn umfram væntingar. Markmiðið slysalausa framkvæmd og sú mikla áhersla sem lögð var á öryggi starfsfólks gerði það að verkum að allir komust heilir frá verkinu. Engin umhverfisatvik urðu og fylgst verður náið með umhverfinu við stöðina til frambúðar. Verkefnið kláraðist á réttum tíma og innan kostnaðaráætlunar. Stöðin hefur nú verið keyrð á fullum afköstum í 2 ár og á þeim tíma hefur hún unnið endurnýjanlega raforku með sjálfbærum hætti, nær samfélaginu og íslenska hagkerfinu öllu til góða. Þá hefur stöðin aukið áreiðanleika flutningskerfis raforku á Norðausturlandi. Þeistareykjastöð ein af 18 aflstöðvum Landsvirkjunar. Bygging hverrar aflstöðvar hefur falið í sér nýjar áskoranir en við erum stolt af því að í hvert sinn höfum við reynt að gera betur en síðast og munum halda því áfram í framtíðinni. Þeistareykjastöð ber þessari nálgun okkar glöggt merki. Og þarna sáum við myndband þar sem að Þeistareykjavirkjun lýst, hvernig hún var byggð upp. Þið fenguðu sem þetta alþjóðlegu verðlaun fyrir þetta, en Þeistareykjavirkjun, hversu stór hún? Þeistareykjavirkjun 90 megavatta gufuaflsvirkjun með 2 vélasamstæður, 45 megawatt hvor. Og hún að nýta jarðhitageyminn á Þeistareykjum. Það hefur verið vitað mjög lengi að þarna svæði sem væri áhugavert að nýta. Og í upphafi þegar heimafólk fór að undirbúa þetta verkefni, því það því hringt af stað af heimafólki, þá var horft til þess hvernig væri hægt að nýta þetta svæði til hagsbóta fyrir nærsamfélagið þarna. Efla atvinnustig með því að nýta sjálfbæra græna orku. En Þeistareykjavirkjun, hennar hlutverk fyrst og fremst að sjá stóriðju á Bakka fyrir nægurhráefni. Þú segir fyrst og fremst, það klárlega hlutverk virkjunarinnar að gera mögulegt að byggja upp iðnaðarsvæði á Bakka og koma orku þangað. En eins og Landsvirkjun hefur í sinni stefnu, þá erum við að byggja og nýta sjálfbæra orku til hagsbóta fyrir Íslendinga. Ef við skoðum svo hvernig notkunin eða raforkan fer frá stöðinni, þá fer ríflega helmingurinn, eða 55 megawatt, til iðnaðarstarfsemi á Bakka, eins og staðan núna. En restinn fer svo inn á flutningsnetið með tengingu við Kröflu. Og það hefur komið svo skemmtilega í ljós að eftir að stöðin komin í rekstur þá hefur áreiðanleiki orkukerfisins á Norðurlandi aukist í mikilla muna. En þessi verðlaun sem að Landsvirkjun fékk, hvað þýðir þetta í raun og veru svona innan þessa geira? Mjög horft til ykkar hvernig þið eru að vinna? Það það. Og það var svo gaman þegar við fengum þessi verðlaun. Við fórum þarna á heimsráðstefnu alþjóðlegu verkefnisstjórnar samtakana til að taka á móti þessum verðlaunum, og þegar við fórum þangað þá vissum við svo sem ekki hvort við myndum vinna, við vissum að við vorum tilnefnd. Þegar við skrifum þessa umsóknarskýrslu verkefni þá erum við í raun að meta sjálf okkar færni í verkefnisstjórnun með tilliti til þeirra þátta sem að horft á í þessum verkefnisstjórnar bransa í dag, og þar sjálfbærnin í forgrunni. Eftir að meta svona út frá eigin brjósti og senda inn umsóknarskýrslu, þá komu til okkar
5 matsmenn frá 5 löndum með mikla reynslu í svona verkefnisstjórnun, tóku viðtal við 34 aðila. Víðsvegar úr hópnum sem kom að, bæði svokallaða hagaðila, það voru sveitarstjórar, það voru samstarfsaðilar í verkalýðsfélögum, ráðgjafarnir okkar, fulltrúar viðskiptavinnan og fleiri. Því að þau voru í raun að gera sitt sjálfstæða mat með því að tala við alla þessa aðila sem tengdust verkefninu, án þess að við værum þar með og hafa áhrif á skoðanir. Og endurgjöfin sem við fáum svo ásamt verðlaunagripunum segir okkur í raun og veru hvernig við vorum að standa okkur og það það mikilvæga. Þar til dæmis nefnt að samskipti við svokallaða hagaðila og samvinna við þá á heimsmælikvarða og setur í raun og veru ný viðmið í bransanum. Það ekki lítið svirði. En þegar þið eru sem sagt að undirbúa gerð slíks mannvirkis, að það tekur væntanlega mörg ár og tækninni henni fleygir þá fram á þeim tíma þannig að tæknin hún breytist svo mikið frá því að það ákveðið að fara á stað. Já, tæknin og áherslurnar, því við þurfum ekkert að fara langt aftur í tíma til þess að muna eftir verkefnum og framkvæmdum þar sem að áherslurnar voru fyrst og fremst á að byggja stórt, nýta allt sem mögulegt var að nýta með svokölluðum óhjákvæmilegum áhrifum á umhverfi og jafnvel samfélagið. Í dag, þegar við erum að renna í gegnum þetta verkefni, þá erum við að horfa til þess árangur sem við höfum náð í því að gera þetta með sem minnstum neikvæðum áhrifum og sem mestum jákvæðum. Lágmarka þannig til dæmis áhrifin á umhverfið, eiga samvinnu við þessa hagaðila í nærumhverfinu það hvernig við háttum okkar framkvæmd og svo framvegis, hlusta á þeirra væntingar sem það hafa til verkefnisins og eins heyra þau atriði sem þau hafa áhyggjur af í sambandi við framkvæmd á svona verkefni, geta tekið það inn í okkar undirbúning, rættu þau mögulega lausnir og afraksturinn verður þá á þann hátt sem við erum í raun og veru að fá viðurkenningu fyrir í dag. Eins og þeir orða þetta framúrskarandi og setur ný viðmið. Borholurnar sem að voru gerðar þarna, þær nú þó nokkuð margar. Þar skils mér notuðu því að tækni sem ekki hefur notuð áður eitthvað. Já. Við þurftum kannski að gera það illri nauðsyn, en þannig nú þróunin að það þarf að bregðast við einhverju sem kemur upp. Á Þeistareykjum erum við að bora í svokallað yfirþrýst svæði, að við erum komið með yfirþrýsting á gufu bara rétt undir yfirborði. Og við lentum í óhappi í upphafi borana núna, þar sem við þurftum að loka hólu vegna þess að hún í raun og veru gaus, þrýstingurinn úr hólunni, braut af sér þær varúðarráðstafanir sem við höfðum gert og olli svona hættulegum aðstæðum og ástandi hjá okkur. Og í beinu framhaldi af því þá stoppuðum við framkvæmdir, kölluðum til færustu sérfræðinga og sátum á rökstólum í heila viku til þess að finna í raun og veru út nýtt verklag til þess að gera þetta óhætt. Þannig erum við að tala beinar aðgerðir og viðbrögð í öryggismálum af því að það ju alltaf markmiðið að allar svona framkvæmdir séu slysalausar og við gerum allt sem þarf til þess að reyna að tryggja svo geti verið. Þegar maður kemur inn á svona framkvæmda svæði eins og upp á Þeistareykjum, þá verður maður óhjákvæmilega mjög var við að það eru í gildi mjög strangar reglur, maður bara lappar ekki út allt og svo framvegis. Það alveg rétt. Þetta höfum við lært af öðrum og í þessu verkefni erum við að kenna leið. Lífið heilt lærdómsferli. Með því að setja ákveðnar og strangar kröfur til þeirra aðila sem koma og vinna á staðnum, ekki bara verktakana heldur okkar sjálfara líka, þá myndum við svona ákveðin öryggisbrag eða öryggismenningu og það kann að vera svona erfitt í byrjun að fá fólk til að skilja af hverju þarf að standa í öllu þessu brasi, en leið og fólk átta sig á því að þetta gert fyrir það sjálft og þeirra fjölskyldur og aðstandendur, það vill enginn
að aðstandandi sinn lendi í slysi eða óhappi, þá verður þetta að vana og svo gaman að sjá að þegar búið að mynda svona samstarf og samvinnu við verktaka sem hafa verið að vinna hjá okkur, þá taka þeir þennan lærdóm með sér yfir í önnur verkefni og þannig þetta bara þróun á verklagi. En þessar ströngu kröfur sem að þið setjið upp og þá alveg niður úr öllu saman, fékkstu aldrei þetta á því sem þú Valur, þetta bölvuðþvæla? Jú, kannski ekki orðað akkurat þannig en sko þetta nú nauðsynlegt, heyrði maður alloft. Og það átti ekki bara við öryggismálin heldur allar þessar nýju aðgerðir sem við réðumst í umhverfismálunum líka. En leið og hægt að selja fólki þetta, þá hugmynd og staðreynd að þetta gert fyrir það og við erum að stuðla bættu verklagi, bættum verkferlum, þá verður það bara ánægt með að taka þátt í þeim og gerir það að sínu. Og það jú loka takmarki. Það þá heiðarleiki sem að bestur þarna? Já, það alltaf best eins í öllu að eiga góð samskipti. Eiga þau svona á jafningjagrunni þegar maður ræðir við fólk, hvort sem það eru verktakar eða aðrir hagaðilar. Að eiga góð samskipti, eiga opin og hrein samskipti og koma heiðarlega fram. Og við fengum eina af eftirmælunum sem við fengum frá í sambandi við þessa verðlaunaveitingu var sko heiðarleiki og opin samskipti voru stunduð og það að við settum lausnarmiðaða nálgun alltaf í forgrunn. Þegar vandamáli eða viðfangsefni kom upp, þá var aðferðin alltaf svo að ræða málin og finna lausnir á þeim en ekki þrasa og rífast það. Náttúran þarna upp á Þeistareykjum, hún stórkostleg, við sáum það vel í myndbandinu áðan. Umhverfismálin, þetta viðkvæmt svæði. Þetta viðkvæmt og fallegt svæði og hefur verið nýtt af heimafólki þarna í áratugi og eflaust lengur. Þarna beitarland fyrir sauðfé og þarna voru ferðaþjónustu aðilar með rekstur þegar við komum inn á svæðið. Og eitt af því fyrsta sem við gerðum þegar við fórum að undirbúa framkvæmdirnar, það var að setjast með öllum þessum aðilum á vinnufund, hlusta á það hvað þau höfðu fram að færa, af hverju þau hefðu áhyggjurnar og hvað við gætum gert í útfærslu framkvæmdanna til að lágmarka neikvæð áhrifin og skapa jafnvel önnur tækifæri fyrir þá sem að höfðu áhuga á því að nýta svæðið leið og við vorum að framkvæma. Það þá að tala ferðaþjónustu til dæmis? Ferðaþjónustan sem dæmi og að sjálfsögðu þarf að reyna að nýta svona svæði sko, í sátt. Svona framkvæmdir hafa alltaf áhrif og þær breyta ásýnd og við vitum það. En það hlýtur alltaf að vera takmarkið að reyna að gera neikvæð áhrifin sem minnst og reyna þá frekar að skapa tækifæri í tengslum við svona framkvæmdir. Og þá erum við að auka líkurnar á því að ávinningur allra af svona framkvæmd verður meira en ella. Það verður engin vinnuslys á fólki á framkvæmdatímanum. Hvað með umhverfisslys, eru þau einhver? Nei, það verður ekki atvik sem við köllum umhverfisslys, það verður svona minniháttar umhverfisatvik og við komum og við tókum á því og reyndum að læra því hvernig við gætum hindrað að slíkt endurtæki sig. Þú sagðir að hefði ekki orðið slys, það urðu 2 svona alvarleg slys sem við kölluðum, en sem betur fyrir voru báðir þeirra aðilar sem í þeim lentu. Þeir náðu fullri heilsu tilbaka og fengu fulla starfsorku á innan við hálfu ári og það sárabót í annars mjög óæskilegum atburðum. Hvað með vöktun lífríkisins þarna upp frá sem þetta bæði fyrir þá og svo núna bara í framtíðinni? Það eitt af þessu sem orðið kannski nýtt í verkefnastjórninni í dag eða hefur komið inn á svona síðustu árum. Það mjög nauðsynlegt að þekkja í raun og veru ástandið á svona svæðum eins og farið inn á framkvæmdarsvæðum áður en maður hefur framkvæmdir og fylgjast svo með því í gegnum framkvæmdatíma og jafnvel yfir í rekstur. Við þetta höfum við fengið hjálp frá til dæmis Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri og þetta verkefni sem gefur okkur í raun og veru og mun gefa mjög mikilvægar upplýsingar
í gegnum tíman sem tekur við núna eftir að framkvæmdum lýkur og reksturinn byrjar. En hvernig með vega framkvæmdi það þannig vegur þarna upp eftir að Þeistareykjum frá Húsavík séð, en stendur til að opna þá einhvers konar svona hringleið niður í Mývatnssveit? Já, það var ákveðið núna í voru að hefjast framkvæmda við svokallaðan seinni hluta af Þeistareykjavegi. Til þess að geta farið í framkvæmdirnar þá þurftum við að byggja upp góðan veg bara í þjóðvegarstaðli frá Húsavík og upp á Þeistareyki að framkvæmdasvæðinu til að tryggja bara flutninga aðfanga. En svo kom það í ljós í umræðum við ferðaþjónustuaðila til dæmis og aðra hagaðila, það væri ávinningur af því að halda með veginn áfram og tengja hann upp á Hólasand og búa það til nýja leið sem gæti þó verið heilsársleið og nýst bæði fólki sem að þarna á ferðin á milli staða, Mývatnssveit og Húsavíkur, og svo að skapa aðgengi fyrir mögulega ferðaþjónustu eða aðra starfsemi sem að gæti farið þarna fram. Þeistareykjavirkjun, hún hefur núna verið í gangi í rúmlega 2 ár eða hvað, hún bara mallar bara? Já, hún hefur verið í gangi svona núna í 2 ár. Og eins og þú segir, hún hefur mallað. Áreiðanleikinn á rekstrinum hefur verið mjög góður og bara með því betra sem gerist. Og það náttúrulega bara að þakka þessari frábæru samvinnu við verktakan okkar, ráðgjafana og alla sem hafa komið að málum. Man næri ekki svona árangri í verkefni nema að hafa samvinnu. Og lán okkar var það í gegnum allt þetta ferli að við gátum skapa samvinnu á milli allra aðila sem átti sér sameiginlegt markmið. Það var að skila framúrskarandi stöð. Það var hátt markmið, verðugt, en ég held svona miðað við afraksturinn sem við erum að sjá að við erum jafnvel bara að ná því. Og það sem sagt skipar sjálfbærni verður á sess? Já, sjálfbærnin er eins og fólk þekkir bara umræðin í dag. Sjálfbærni er rauði þráður í öllu sem er að gerast. Við upphaf framkvæmdan á Þeistareykjum þá ræstum við svokallað sjálfbærni verkefni sem hefur það markmið að rýna áhrif verkefnisins, framkvæmdarinnar, á samfélagið, á efnahagslega þætti í nærsamfélaginu og umhverfið. Þarna koma að málum sveitarfélögin, stofnanir íslenskar og háskólar og þetta hugsum við okkur að láta keyra áfram núna ókomin ár því það er algjörlega nauðsynlegt fyrir aðila eins og okkur að þekkja þau áhrif sem framkvæmdi sem við stöndum í hafa á samfélagið. En það sem er líka svo gaman við þetta er það að svona verkefni mæli líka áhrifin og eru upplýsingar fyrir þá sem að gefa okkur leyfi fyrir svona framkvæmdum. Stofnanirnar sem gefa leyfin og sveitarfélögin sem líka gefa leyfi, þau fá svona óháð vísindalegt mat á því hvaða afleiðingar svona ákvarðanir hafa og við tökum það svo náttúrulega og reynum að læra því. Valur Knútsson, verkefnastjóri hjá Landsvirkjun, þakka þér fyrir spjallið og við skulum enda á því að horfa á myndband sem að Landsvirkjun léti gera þar sem að tímalínan er teiknuð upp með þetta allt saman.